Ég tel sjálfa mig vera ákaflega gæfuríka manneskju og mér hefur auðnast að fá að starfa og lifa með fólki. Mér hefur auðnast að fá að tilheyra hóp og mér hefur auðnast að fá að hafa áhrif á umhverfið mitt og þetta finnst mér mjög mikilvægt. En það sem mér hefur líka auðnast það að vinna með ungu fólkið, yngstu samborgurunum okkar síðustu 30 ár. Þessum sem við segjum á hátíðastundum að þeir erfa landið. Og á Íslandi þá það þannig að skólarnir okkar þeir einkennast af lýðræði og í lögum þá því haldið fram og það tekið fram að skólastarf eigi að einkennast af lýðræðislegri þátttöku og við má undirbúa ungt fólk undir lýðræði í samfélaginu til framtíðar. En þá velti ég fyrir mér og margir hafa velt því fyrir sér, hægt að kenna lýðræði? Hvernig hægt að kenna lýðræði? Og þá þarf maður auðvitað fyrst að byrja því að skilgreina hvað lýðræði? Hjá mörgum þá kemur það fyrst upp í hugan að lýðræði sé að meirihlutin ráði í valdi meirihlutans. Að hann ráði yfir minnihlutunum og minnihlutunum ber að gegna í valdi vegna þess að hann minnihluti og meirihlutin ræður. En þegar við hugsum aðeins það, þá komumst við að því að slíkt gengur ekkert upp. Þetta er ekki nógu djúp skilgreining á lýðræði. Og þegar við hugsum aðeins það lengra, að þá komumst við að því að lýðræðið byggist á því að hlusta, að bera virðingu fyrir hvort öðru, það byggist á ábyrgð og það byggist á þátttöku. Og af því að ég úr leikskólanum, þá það þannig að í leikskólanum þá þetta líka undirstöðuatriðin í starfinu. Að hlusta og bera ábyrgð og bera virðingu fyrir tíma, fyrir rými, fyrir þroska, fyrir fjölskyldulífi. Og þetta auðvitað kannski það sama og við viljum öll að samfélagi gerir fyrir okkur. Að það sé borin virðing fyrir því hver við erum. Og ég held að þjóðfundurinn, hann gefur okkur möguleika á að koma saman og gera þetta með hvort öðru. Hann gefur okkur tíma og rými til að hlusta hvert á annað, til að láta skoðun okkar í ljós, til þess að bara vera til. Hann gefur okkur rými til að rökræða það sem við viljum, hvernig við viljum að framtíð Íslands líti út. Og ég held að það sé eitthvað sem að skipti máli. Þegar ég var 12 ára, þá lék ég í leikriti sem fjallaði þjóðfundin 1851. Og ég lék einn af þingmönnum sem stóð upp og sagði við mótmælum allir. Og ég á þá von og trú að í framtíðinni þá hafi þessi þjóðfundur slík áhrif að í barnaskólum framtíðarinnar þá standi börn upp og leiki nýja þjóðfundin.